með í vetur en hún að koma úr meiðslum. Liðgestana, ef við bara hlaupum með það, nummer 1 Elín Jóna Fásinsdóttir, þetta er lið Hauka, nummer 25 Tinna Húnbjörg, nummer 2 Ragnheiður Sveinsdóttir, nummer 3 Sigrún Jóhansdóttir, nummer 5 Ragnheiður Ragnarsdóttir, nummer 6 Erla Eiríksdóttir, nummer 7 Elín Anna Baldursdóttir, nummer 8 Guðrún Erla Bjarnadóttir, nummer 13 María Karlsdóttir, nummer 14 Jóna Sigríður Halldórsdóttir, nummer 15 Berta Rut Haraldóttir, nummer 20 María Inés, nummer 24 Sigríður Jónsdóttir og nummer 26 er Vilborg Pétursdóttir. Þjálfari er Óskar Þór Armónsson og honum aðstoðar Bjarni Frostason, aðri starfsmenn á bekk Ásmundur Jónsson og Katarina Bamrúk. Dómarar eru Ramónas Mikalónis og Þorleifur Árni Björnsson og Einar Sveinsson er eftirlitsmaður. Þá er þetta komið, Andreas. Já. Herðu, þetta er fyrsti leikur Stjörnunni að spá titlinum af flestum, öllunum af 5-1 held ég, sem spáði IBF titlinum. En hérna það var kannski, þetta er hugsanlega raunhæfari spá. Já, vissulega. Hvað er að fara að sjá í dag? Ég meina Stjörnuliðið, þær er búin að þekka það að vera í öðru sæti, voru í öðru sæti meistarinn daginn, töpuðu á grátlegan hátt í tvíframlindu leik þar sem ég hélt ég var að fara að fá vítakastkeppni, fékk ekki, þú veist, er það ekki að fara að hrista þetta af sér í dag og mæta allan tilbúnar og því hvernig fer síðan? Hvað heldur þú? Ég ætla að vona það, þetta er bara spennandi leikur, ég meina Haukarnir voru rosalega sterkir í fyrra, þannig að ég ætla að vona að halda því áfram. Náttúrulega mistur Ramúne sem er náttúrulega gífurlega missi fyrir það, en þetta verður svona spennandi að sjá það. Ég meina Stjarnan fær aftur Þorgerði Önnu, vissulega meidd, en hún sagði nú í viðtalinu daginn að það væri stutt í hana og hún lofaði því. Þannig að það verður bara gaman að sjá hvernig liðin komið til leiks í dag. Það er náttúrulega fyrsti leikur, getur verið smá titringur í þeim og ég meina þetta verður gaman að sjá hvernig fyrstu 5 mínúturnar verða, hvort það verður mikið af tæknifeilum eða ekki. Við sjáum það að svona áhorfendur að tínast í hús, náttúrulega flestir heima að horfa á okkur, gerir ráð fyrir, ekki horfa á okkur, heldur horfa á leikinn í gegnum okkur. Við ætlum að reyna að lýsa því sem að gerist hér. Erum að sjá hérna klipptar ermar hérna, erum að sjá hérna Þórhildur Gunnarsdóttir er með, sér þetta, hún er í hlýralausum. Já, ég meina hún hefur greinilega tekið vel á því í sumar. Þetta er svakalegt. Ángriðis, hún er bara búin að klippa af hana og er að sýna ljósblá á pólinn sinn hana. Þetta er eitthvað. Ég held að þetta verði hörkuleik. Þú sér hvernig þetta er, hún er svona aðeins að sýna, hún er búin að taka vel á því sumar. Já, algjörlega. Hún er í toppformi. Algjörlega. Við skulum ekki gleyma því að Toggi er mættur á riddaraborðið, þannig að það getur ekkert klikkað. Það er bara svoleiðis. Vissulega ekki. Ég ætla að tippa það, Andreas, að Elín Jóna, sem náttúrulega hefur sannað sig undanfarið á sem einn albesti markmaður landsins, ég ætla að tippa að hún geri þetta spennandi leik. Vissulega. Ég held að Stjörnuliðið mæti bandbrjála þennan leik og vissulega Haukarnir líka, en ég held að Stjarnan verði aðeins sterkari, það er svona mitt mat á þessu. En Elín Jóna held ég að muni eiga toppleik og hugsalega á einhverja dauða vörslur sem að halda leiknum bara í geggjum gír. Ég vil nú bara meina að Elín Jóna sé bara örugglega okkar albesti markmaður í deildinni í dag. Fyrst að Íris er hætt. Leiðum sjá eftir henni, en ég meina núna Elín Jóna, hún er fáránlega góð. Hún er bara nýjar að taka við og ég meina Elín Jóna hefur bara sýndið það í fyrra. Hún á alveg fyllilega að skila að vera starter einhvers staðar. Algjörlega sammála því. Þessi leikur geta þess vegna ráðast á markvarslu. Má ekki glemma að Stjarnan missti náttúrulega Flóru. Algjörlega. Og Heiða Ingólfs byrjar í markinu hjá Stjörnunni. Leikurinn er hafinn, bara við förum með þessum byrja Stefáni á horninu, svo er það Helena, Rakel, Sólveig Lára og Hanna, þetta eru þekkta stærðir og svo Þórhildurinn á línu. Þannig að þetta er sterkt sóknarlið í Stjörnunni, það má segja það. Já, mjög sterkt. Og það verður gaman að sjá hvað verður hér. 20 sekúndur liðnar hér á leiknum, 25 sekúndur, þetta gengur ágætlega. Sólveig sækir á. Og Sólveig, Elín byrja strax með vani bolta. Þvílík sendinga. Já. Maður verður að reyna. Já, það er engin með penna á svæðinu það, útsendingarstjóri. Ég er í beinni útsendingu, bara hvort það getur hripað niður hjá mér markvörslur. Elín Jóna er allan að meit bolta, ef hann finnur penna. Alltaf gerast henni í beinni útsendingu. Við erum í Mýrinni í Garðabænum. Og þetta er fyrsta umferð Ólisdeildarinnar. Það er komin penni hér. Eitt penni fyrir blað og eitt penni þannig fyrir Samsung-tæki. Ég ætla ekki að nota hann. Herru, þá er Elín Jóna komið eitt á blaði. Við ætlum að skrifa það hjá okkur, Andreas, eða ekki? Fínt að vera með þessa markmannsstörfræði. Skiptir öllu máli. Já, skemmtilegt. Herru, þetta er geggjað mark Rakel Dögg. Kemur hún sterk inn greinilega. Já. Þvílík neglaðan á maður. Ég meina, þú veist, það er mikilvægt líka fyrir Stjörnuna, hún sé ekki bara varnarleikmaður, skilur, hún alltaf verið að spila svolítið mikið og stórt varnarhlutverk og þegar hún hefur tæpað, hún er skipt út af í vörn og sókn,
það hún geti spila sók gefið mjög mikið. Það er allir frábær sóknarmaður. Já, algjörlega. Nú sér það bara að byrja tímabilið bara að setja hann að slá hann inn. Já, þetta er geggjað, góð byrjunina, Guðrún Erla, Ines og hérna hefði þetta geta orðið ágætt. Marja Karls hérna á línunni og Marja Ines stjórnar leiknum minna hjá Haukunum. Elín Anna í vinstri skiptunni að skipta hennu stöðu og Elín Anna sækir á og Guðrún Erla hérna. Smá titringur hann í Haukunum í sóknum til að byrja með. Höndinu uppi, þá eru 6 sendingar í boði vantilega. Áður að fá bláa spjaldið fyrir að missa boltan. Það er svo mikið reglum að ég hef ekki komist í reglubókina. Nei, ég vona bara að vera blátt spjald og loft. Ég elska þetta bláa spjald. Frábær úrnum að stjórnarstofnum. Geggjað, Þorleifur Löddar taka þetta hérna aftur. 1-0, já, það var mikil titringur í þessari sókn hjá Haukum. Það er bara þannig. Það gekk eitthvað erfiðlega fyrir hjá þeim. Já, og stjörnuvörnin er reynda góð, ég ætla að gefa henni það. Ekki myndi ég vel að fara á móti þessum stelpum. Nei, ég ætti ekki break sko. Þó ég sé mjög góður í uppstökunum, en það er kannski seinni tíma saga. Ég vil meina vegna verfiðar meiðsla þá er ég ekki í mennskunni í dag. Það er bara svoleiðis. Góð sending inn á línu og það er vítakast. Þórildur er hrikalega sterk í þessari stöðu. Stoppar hann ekki og fær boltan. Þetta er ástæða fyrir því hún er búin að stytta þessi ermanni hjá sér. Þarna sér þetta, greinilega duglega í liftingunum í sumar. Já. Kemur hann á línuna. Og það er mark, ég hélt að Elín Jóna væri að tryggja sér þetta. Og það er ekki langt frá því. Nei, hún er bara, hún er í fantaformi hérna, Elín Jóna. Vissulega áhugavert að hún ákvað að fara í Haukan aftur í staðan fyrir að vera í Gróttu. Já. Uppeldsfélagi. Já. Sérstaklega eftir að Íris hættir. Já, henni grann líður vel hér og hérna þau ætla sér stóran hluti. Ég minn Óskar sagði henni í viðtali á hann að þau eru með sín markmið og ætla sér allan í úrslitakeppni og gott betur. Þetta var fínt skot. Elín Anna hana, já, að gera að reyna þetta, langur bolti og vel gert hjá Marju Ines. Sólveig Lára fiskarna ruðning, þetta er líklega rétt. Verður ekki að treysta þessum ágætu dómurum? Jú, vissulega. Frábæri dómarar. Þeir eru svona 95% með hlutina rétta. Það er ekki alltaf þannig. Já. Það þýðir ekkert að vera yfir þessu dómari ræður og... Já, þeir hérna... vonandi Halldór Stefán fara að fatta það, en það er flestir aðrir fattir að fatta það. Já, vissulega. Þannig að þetta flutta hann bara á landi. Já, og strax byrjaði þar. En hérna, stjörnustelpunum missa boltan hérna. Eins og varst að tala kannski á þann að það verði hugsanlega smá tæknifélagar inn í upphafi, smá strögl. Já. Það er að finna hraðan sem vilja að leikna. Marja Karls, þetta er vel spila og vel klára. Líkala góð sendingan inn á línu. Það er kunnið þetta greinilega. Já, staðan 2-1 hérna, Stjarnan 2, Haukar 1, 4,5 mínúta liðin. Ég vona innilega að þetta verði svona út leikin, bara allt í játnum og vesen og... Já, það væri bara draumur. Ég myndi gefa líka mikið fyrir blátt spjald. Segðu. Ég þrá þetta bláa spjald. Mér finnst bara einhvern veginn, ég sé ekki alveg fyrir mig hvernig það á að koma út þetta bláa spjald. Mér finnst það eitthvað skrítið, búin að vera í mörg á með þetta gul og rauða og svo bara allt í henni kemur eitthvað blá. Gult, rauð og blátt, ég er að fíla þetta sko. Já, gul, rauð, græn og blár og allt það. Vel gert þarna. Helena með flott mark. Já, Helena kom á blað, stað 3-1 hérna, Haukarnir sækja Elnanna. Marja Ines. Jónas Sigurður hana. Já. Og Guðrún Erla og boltinn inn á hornið á Ragnheiði. Og vel spila hana Marja Ines með sitt fyrsta markinn í dag. Sólveig Lára keyrir hérna og Rakel vinnur manninn út í horn. Og sjáðu Elínu Jónu. Þvílík mark. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Þannig að algjör dauðafæriðan í horninu. Já, þetta var bara, færði ekki betra færi. Þetta var Stefania þetta. Men þetta var fínt skot, þetta var bara frábærlega valið. Já, Elín er í fantaformi, það er bara... Það er ljóst. Við verðum að viðurkenna það hér. Og þá eru stjörnustelpur að keyra hérna upp aðra sókn, fá tempo á boltan. Sólveig. Þórildur með hennan inn á línu, Rakel. Marja Karls hana veður út. Það á ekki að gefa eftir neitt þarna. Svona á að spila varnarleik. Já, þar út og brjóta, klára. Algjörlega málið Sólveig. Og það er varið, en það er vítakast og henni í teig. En ég ætla að gefa Elinu, ef Elinu ekki var þetta, þá þetta fara inn. Þannig að hún er komið 3 varin skot.
Já, hann var náttúrulega inn í teig Óskar þarna ósáttur. Já, eðlilega. En ef hún var langt inn í teig, þá er ekkert hægt að segja. Elín lokar þarna, Hanna Guðrún þurfti að skjóta yfir, hann skýtur í slána. Já, eins og ég sagði, það er eitthvað við að Elín Jóna haldi þessu lifandi hér. En þú horfir bara á Elín Jónu og það kemur eitthvað svona smá titringur í þig. Ég meina, hún lokar stórum hluta rammanum. Ég meina, ég er með titring hérna og það er sko 50 metrar í hana hérna, sko. Ekki myndi ég vilja skjóta á hana. Nei, ég myndi bara láta hann á boltan, það er bara svoleiðis. Það sé bara langt besta leið til að gera þetta. Já. Hanna fór eitthvað nýstóla leið, ætlaði að hamra hann uppi þarna, eins langt frá hann hún gat og þá fór hann bara í slána yfir. En haugarnir komnir að staðinn aftur og Marja Inés kemur á siglingunni, Rakel á henni, Guðrún Erla, Marja Inés og vel var þarna Heiðu. Þröngt færið henni á Jóni Sigriði. Heiða með sinn fyrsta varða og stjarnan hana. Já. Helena Rut kom með 2 mörk. Líklega ekki seinustu mörk hennar í dag. Nei, en þarna sástu, ég held að Elín Jóna sé búin að vera í öllum boltunum. Hún sló þennan inn, alveg svo vítið sem hún mistaði hann inn á hann. Já, já. Þannig að hérna... Það sé að hún ósátt við sjálfan sig. Já. Hefði viljað taka þennan. Já, haugarnir núna 8 mínútur liðnar, staðan 4-2 fyrir heima stúlkur. Og Marja Inés og Rakel keyrir á hana. Já, búið að dæma fríkast. Ramúnas með þetta á hreinu. Og Elín Anna hér stýrið á miðunni. Að skipta stöðu, eru mikið að skipta stöðu Elín og Marja. Já, vel varðið hann hjá Heiðu. Ádæmt lína hana. Heiða með mjög vel varið skot hana undir þetta skot frá Guðrún Erlu. Þekkjast eflaust ágætlega æfðu saman í henni fyrra. Bara komin að 2 til að stoppa hana. Já, hún berða ekki með sér. En þegar hún inn á handboltavellinum þá hún bara trukkur. Þegar ég sé hana bara, þá lítur hún ekkert út til að vera eitthvað að geta verið með 3 á bakinu og snúið sér bara við. Hún nákvæmlega þannig. Hún ósamlega, mér finnst hún grjóthörð. Ég horfa á hana henni. Já, hún grjóthörð. Ég bara segja að hún berða ekki með svona dagsdaglega, skilur. Já, ég þekki hann ekki dagsdaglega, ég þori ekki að segja þetta. Maður bara séð hann í borgarlegum klæðum, skilur. Já, ok, skiptir ekki máli. Hún allan á trukkurinn á vellinum og að standa sig fárlega vel. Við erum allan aðdáendur hennar. Já, ég meina það þarf 3 til að stoppa hana, þannig að það eitthvað. Það búið að dæma hana brot. Sólveig Lára kennir sér eitthvað meinsað í andlitinu. Fengi eitthvað aðeins högg hana. Þurrka sér bara með búningnum, þetta ekki flóknar en það. Harka þetta af sér. Já. Og þá sækja stjörnustelpur hérna. Og setningun á línu. Og það varið og vítakast. 3. vítið á stjörnustelpunum. Það eru... Já. Hvað fannst þér þetta? Mér varst að fá skotið. Já, ég meina, hún var ekki í jafnvægi, þannig að ég get skilið okkur dómarinn dæma þetta, sko. Það getur vel verið að verið eitthvað smá púss þarna. Já, þetta var samt lítið. Já, við lítið. Þetta var samskeytin inn í hérna. Svona á skóru víti. Hvað er að frétta Stefania Theodórsdóttir með fyrsta mark? Hún verður þetta ekki. Já, ég er bara orðlaus. Þetta var bókstaflega samskeytinin. Bókstaflega. Já, hér. 5-2 staðan, 10 mínútur liðnar. Haukarnir sækja hérna á Marja Inés, og hún skýtur yfir. Já, helst snöggt hana. Já, það er smá panik á þeim sóknarlega. Já, það verður að flýta sér aðeins mikið, þannig að maður er aðeins að róa sig. Það er örugglega smá stress í mannskapnum og þó að Óskar hafi sagt hérna fyrir leik að það væri ekkert stress eða meira press að spila mútið liði sem er spáð efsta sæti, en það er vita að það er að spila mútið liði sem á að vera í topparötu, þeim er spáð frekar neðalega sjálfum í sterkri deild, þannig að hérna... Það er erfitt að tala topparötu í þessu deild, mér finnst mörg lið í deildinni í ár bara mjög jöfn. Já, en ég er að tala það er samt, það eru eitthvað 3-4 lið sem er talað sem geta vel orðið Íslandsmeistar, en það er líka að tala að allir geta unnið alla, þetta er náttúrulega sterk deild að öll liðin eru sterk eins og það segir. Já. Verri liðin, í gæðslöpum eru bara góð, þannig að það er ekki tilliðilegt lið í þessari deild. Það var illa útfært sókninni á Stjörnuna áðan og Elín Jóna stóð síðan fyrir boltanum og búin að vera hér 5 skot.
Óskar með gult spjald. Já, hann búinn að standa og segja nokkur orð hérna allan leikinn. Hann náttúrulega var ósáttur held ég við alla vítadómana. Það komið 3 vítadómar. Óskar með dómarnir ráða. Já, það nákvæmlega. Þetta nákvæmlega saman við segjum við Halldór Stefán, dómarinn ræður. En Þorleifur eitthvað að ræða ennþá við hann. Óskar ósáttur. Halldór á teppinu. Já. Hann er ekki sáttur við þetta, en það er ekki að byrja vel fyrir Haukastelpuna. Sóknin eitthvað mikið að tækniföllum núna, fyrstu 12 mínútuna. Já, Stjarnan sækir hérna, hvað gera þær? Þetta var líklega skref eða ekki? Já, hún fær vafann. Fær 2 mínútur. Já, mér fannst þetta allan að vera á mörkunum. En tekjum þetta Brottusson. Á Ragnheiði Sveinsdóttur. Ný sókn fyrir liðið. Já. Og slappaður bara af og þetta var algjörlega. Ég held þessi tilbúin að leggja pening að Þórhildurinn að fá í boltan á línunni. Ok. Henda 5.000 krónum á það. Ég skal þiggja 5.000 kall. Nei! Það var kannski uppleggi. Marja Karls í hraðaplöpi. Og það er Heiða Ingvarsdóttir! Eins og staðan er núna, þá er þetta leikur markvarðana algjörlega. Stjarnan er ekki að sakna Flóritínu núna. Nei, ég meina þetta var bara, hún gerði sér stóra og það var ekki hægt að skora þarna. Marja Karls gerði allt sem hún gat en Heiða lokaði þessu algjörlega. Mjög vel varið hana. Enn áttu boltan Þórhildur búið að dæma línu samt. Elín Jóna róar þetta niður. Já, erfið sending. Það var ekki rétt í sensin einu fleiri. Nei, hún kvartar hann aðeins við Rakel á leiðinni heim í vörn. Bæta Haukastelpuna við manni í sókninni. Já, Elín Jóna tilbúin að hlaupa strax inn á því að nú má enginn hlaupa nátt í markið. Þeir eru ekki í vesti eða öðru sem búning. Það mega vera í vesti eða markmannsbúning. En það er ekki nauðsynlegt lengur. Það er skemmtilegt. Sem þýðir það þá að það er enginn sem er útivallabúning sem má hlaupa í markið. Þannig að það verður þá víti held ég dæmt ef þú hlaupur inn teginn. Held ég alveg örugglega, ef við skiljum þessar reglur rétt. Þarna gerði Elín annað ráð fyrir að vera hornamaður í horninu. En það var ekki. Haukastelpuna líta hálf svona kjánalega út hann í sókninni. Þetta gengur ekki alveg nógu vel hjá þeim. Þetta er erfitt. Það er bara þannig og sérstaklega núna, það er kannski ekki alveg ákveðnar greinilega hvernig það er alltaf útfæra þetta því að Elín Anna vissi ekki að það var ekki hornamaður lengur. Þannig að já, það þurfa að tala betur saman. Óskar er búinn að halda á timeout-spjaldinu mjög lengi. Þarna sending inn á línu. Þórhildur að skora hér. Tekur Óskar leikli. Það er leikli hér í stöðunni 6-2. Vissulega komið tími til 2 mörk. Búðar ekki gott. Skora 2 mörk eftir 15 mínútur í leiknum. Nei, ég meina staðan er 6-2 og samt er Elín Jóna búin að verja 5 skot í leik og svo eitt það sem á dæmt fríkast hún er búin að verja rauninni þá 6 skot. Og það eru 60 undir þannig að það er eitthvað ekki að fungari á Haukaliðinu og ég ætla nú bara að segja það að Stjörnuliðið er breiðari hópur og heilt yfir líklega betur mannaður, þannig að þetta kannski kemur ekkert eitthvað alfarið óvart. Það maður sé líka Haukastelpunum með 2 nýja stelpunum fyrir utan með Elín á miðunni og Guðrún í hægri skiptunni. Missa náttúrulega Ramúni sem er hálfgerð ógn í rauninni í uppstökkum og... Já, algjörlega. En þetta er hérna klárlega allan að ég veit ekki hvort ég óska byrjun Stjörnu, þetta er góð byrjun allavega. Það líta mjög vel út. Já, ég ætla alveg að segja að við sammálaðir því að það líta bara mjög vel út og ég held að það séu þetta lið, Harry og Halldór Ingólfs og stelpunnar, ég held að sé bara fárlega tilbúin í þetta og ef að Þorgeir Anna kemur síðan inn í þetta einhverjum tímapunkti, já þá held ég að þetta verði bara ógnastert lið. Já, vissulega, bara hvert einasta lið getur verið hrætt við þær þá. Ég held það, og það er eini, Ester Viktoria áttur að koma inn og hún er sterk maður og mann með góða hreyfingar og ég segi, ef að Þorgeir kemur einhvern tímann inn aftur þá bara verður þetta algjör veisla. En leikurinn er hafinn og Haukastelpur sækja hér, það eru 14 mínútur liðnar, Haukastelpur fá mann inn og að setja upp í eitthvað gott hérna, Elín Anna sækir eitthvað misskilningur hérna Guðrún Erla og Marja Inés broti á henni Ramúnas ætlaði að fara í vasan í spjald sýndist mér. Þannig að ég vilja sjá gult spjald. Já, ég meina miða sem var í náðan og fylgdi hún eftir, þetta er alveg klárlega gult, ég er sammála því. Nú er ég í loftinu og það er ríkt í hana. Alveg sammála. Og Guðrún aftur á stað. Þarna. Og þetta er þetta tiltölulega vel klárað.
Það er að segja, ef hún hefði skorað þarna, Ragnheiður Ragnarsdóttir, já, þetta var velgjörn, hún beið þarna vel og það Heiða kom vel út á móti. En boltinn í slána og Stjarnan enn og aftur í sókn hér, þegar tæpar 15 mínútur liðnar leiknum. Já, vel varið hann hjá Elínu Jónu. Já, vel varið, já, hún kom með 7 skot varinn samkvæmt mínum bókum á 15 mínútum, ég myndi bara að telja að það sé nokkuð gott. Já, menn hún endar í 28 skotum, sér það ekki oft. Nei. Ég ætla að tippa hún endur svona í kringu 20, það er líka mjög góð varsla, sérstaklega að fara undir 20 mörk á þig, þá er þetta geggjuð varsla. Frábær leikur hjá henni. Þetta var hérna, já, þetta er það sem var að leita eftir Stjarnan, þeir eru að senda boltan á línu, ég meina Þórhildur á að klára þetta. Já, vissulega. En vel varið, það er misskilningur mikið í sókninni á Haugum. Og boltinn á Sólveigu sem að klárar. Sólveig með sitt fyrsta mark. Sólveig Lára Kæresteð. Það er 7-2 en Andreas. Það lofar ekki góðu, ekki eins og vorum að vonast þetta leik í játnum, en... Já, við vonum að Haukarnir komið tilbaka. Þetta er, já, tiltölulega gert hjá Mari þarna, en fríkast dæmt og vildi fá vítakast. Já, mér finnst sóknarleikurinn Haukastelpan svona hálf tilviljunarkenndur. Þetta er ekki nógu mikið skipulag yfir þessu og margar sem virðast ekki alveg vera með á nótunum. Nei. Sko ég hugsa einmitt að það vantur örugglega ekki upp á skipulega, heldur örugglega bara framkomið það sko, það er stress sko klárlega. Það er mér meinar. Já, ég er alveg samanlegar. Alveg réttur. Já, Marja Eines þarna búið að flauta. Það voru að horfa á leikinn og Marja virðist vera eina sem er virkilega að sækja á vörnina. Já, hún er alltaf mjög aggressív að ætla sig og Marja Eines fyrir utan, Marja Karls er klár sko að fá boltan, það vantar aðeins púður í aðrar finnst manni. Já, ég sammála því. Marja Eines kemur alltaf á kraftið þarna inn. Auðvitað þurfa að spila alltaf annað sóknarleik heldur þegar Ramúni var með þeim sko. Já, vissulega. Og ég stund að því líka aðlögun örgulega, Þórhildur með sitt annar mark þarna, 2 mínútna Brottisson. En Stjarnan er bara að taka þetta á gífilega sterkum varnarleik, en loka þetta frábæra vörðana hjá Sólveigu. Það er fyrir það. Þær eru geggjað varnarlega. Jónas Sigurður, 2 mínútna Brottisson hér, það er 16 mínútur og 43 sekúndur liðnar leiknum. 8-2 staðan og þetta virðist bara halda áfram að sigla í þessa átt. En það lofa nú ekki góðu fyrir liðið að vera búin með 2 mörk og tæpar 17 mínútur búin að leiknum. Nei, og markmannið er búin að verja 7 skot. Þannig að, já, það er eitthvað aðeins og eftir hérna, það er klárt. Stjörnuliðið vel manna og vel tilbúinn að leik. Og fengur náttúrulega eitt svona auka alvöruleik um daginn, hann er meistarana, fínt fyrir að tapa þeim leik bara. Einmitt. Og koma hungraðir hennar leik. Já, algjörlega. Það vildu vinna þann titil, þó hann skipti ekki öllu máli sá titil, þá er bikar alltaf bikar og menn vilja vinna mótsleiki. En það eru tilbúin þennan leik, Haukarnir eru hérna með boltan og orðið erfitt í sókninni, Hundi komin upp. Já, allir sér byrjar að telja sendingarna núna, eða hvort þeir hafa glemt því, ég hef ekki hugmynd það. Það verður gott ef við myndum gefa svona puttamerki, þannig að við myndum vita. Það væri ekki verða. Ég er með athyglisbrest, ég fatti ekkert hvað margar sendingar búnar. Nú myndi ég halda að vera löngubúið sko. Ég held að það sé nú bara mattsatriði dómarna. Já, það var Tæknimaðurinn segir 4 sendingar. Já, ég held með þess að sé núna og vel gert hjá Marja Eines. Ég held að sé þannig að ef það eru komna 6 sendingar á brot, þá fáur 1 sending á skot. Já. Ég held að það sé þess að reglan. Ég held að lögregla megi þess að stilla upp í skot. Já, það passar. Skilu, þannig að hérna ég fæ hér þumalputtamerki hér frá dómara í stúkunni. Það er gott að maður sé með þetta á hreinu. Regla 8-10, nei, ég hef ekki hugmyndu hvað þetta heitir allt saman. Smá dómaragrín hérna, en Haukarnir vinna boltan. Já, staðan 8-3 hérna. Við vonum að fyrir leiksins vegna að Haukarnir skora aftur. Það verður gaman að minka bilið sem mest hér. En staðan er 8-3 fyrir Stjörnuna þegar Haukar eru í sókn hér, 18,5 mínútur liðin að leiknum. Og Guðrún Erla út í hot hérna á Ragnheiði. Vona að Haukar líði ekki jafn langt á milli marka og Haukarna, liði 12 mínútur á milli marka á hann. Já, það er rosa mikið að missa boltan, þetta er klaufalegt. Heiða með boltaninn út úr teiknum, Rakel boltinn út á Sólveigu. Og svo heldur, búið að brjóta og stoppa þetta. Stoppa sóknina í fæðingu. Já, það þurfur bara að gera miklu meira þessu. Sýna ykkur djöfulgang og vera með læti og djöflast, það er bara... Stjarnan er að vinna vel úr þessu. Þegar Haukastelpunin er að rjúka út og finna Þórhildur á línunni og... Það er með mjög sterkt línuspil, það er bara þannig. Bara vel spilandi lið þannig fyrir utan. Já. Sjáum að klippa inn á helinu aðeins. Já.
og þú sér það bara á útileikmannalistanum, það bara sami lista í fyrra nema bæta við sér Þorgerði á meðan hinn að missa Ramúnes sem bara einn allra besti leikmann sem spilað á Íslandi nokkuð tíman. Já, þannig að þetta gífurleg breyting fyrir Stjörnulið. Haukastelpun að vinna boltan. Já, ég veit ekki dæmda línu, dæmda fríkast, ég sá það ekki. Ég þori, já, hann bara hristi bara hendina eitthvað áfram. Já, við trúum hann bara. Hann gerði það mjög fast og ákveðið. Ekkert að efast dómarana. Nei, við gerum það alls ekki. Við sjáum að Elena Birgisdóttir aðeins fann að hreyfa sér fyrir aftan bekkinn, spurning hvort hún fara að koma inn á. Stjörnuliðið gæti fara að rúlla kannski fljótlega ef þau halda 5-6 marka fórustu hér. En Marja Inés, Heiða bara kemur við henn og kemur við fyrir að hann fara inn. Gefum henn hana. Stöngin, bakið stöngin. Þetta var svakalegt. Og þannig Rakel með skot í utanverða stöngina. Eða utanverð samskiptin jável. Já, Haukarnir hafa núna tækifæri að minnka 4 og það gerir Marja Inés. Hún alltaf allt í öllu þarna. Hún komið 3 mörk á 4. Við erum svona eina með lífið hana. Já, hún alltaf sækir líka bara á og leiðum fara bolta. Hún ekkert að bíða eða aðtöka. Hún kemur bara siglingunni, mætir á boltan. Hún við erum það eina sem að reyna líka. Hinnar eru svona, eins og við tölum á það titringur og við erum strax ekki alveg að þora. Já, algjörlega. 8-4, Stjarnan í sókn hérna, 21 mínúta tæp liðin að leiknum. 9 mínútur eftir fram að hálfleik. Og minnum að það við ætlum að reyna að spila hér viðtöl sem voru tekin við þjálfarna fyrirleik í hálfleiknum. Og svo verða að ég held alveg örugglega viðtöl í hálfleik. Hrikalega vel, sástu hvað? Ester svo sterk á löppunum sko. Það fallir hreyfing hjá Ester. Já, þetta geggjað. Skildi hana bara eftir. Hún ógeðslega góð í þessu. Ég held hún geti bara farið tilbaka og reyma skóna aftur fyrir Haukastelpuna. Já, gjörsamlega. Bara og klætt hann í og allt sko. Þetta var geggjur hreyfing, virkilega vel gert. 9-4. Ester Viktor að koma að blað. Spurning hvort Halldór Ingólfs hafi kennt henni þetta múf. Þetta alveg Halldór Ingólfsleg hreyfing sko. Þvílíkt skotana. Skotana og Guðrún Erlu. Þetta sem við viljum sjá frá Haukastelpunum. Já, en það fara strax í það aflöp hérna fyrir Stjörnustelpunar. Og Stefania skorar. Það eru fljótar upp stelpunar. Já, það eru skruggufljótar 10-4. Það eru fljótar að breyta leikstöðu í sóknarfæri. Það er að vinna boltan dauðan hérna og 3 sekúndur setna komið mark. Vissulega. Það er að gera flókið. 22 mínútur liðna hér 10-4. Heima stúlkur að eiga sannfærandi leik hérna. Haukarnir. Og þetta var bara mjög vel gert hjá Guðrún Erlu. Fyrirverandi Stjörnuleikmanni. Eitthvað gerist hann í vörðinu á stelpunum. Já, þetta var mjög vel gert. Góð hreyfingarni á Guðrúnu. Og það ætlaði enginn eitthvað með nýjana. Hvort það var í búistöfum var að fara að senda hann. Það var allavega vel gert hjá Guðrúnu. Við ætlum að gefa henni það. Það er sjálfsög. Fyrsta markið hennar í dag. Og Ester komin á siglinguna á boltum til hótt á Hönnu og Elín Jóna í boltanum með Hanna skorar sitt annað mark. Virkilega vel gert hana. Sleppa boltanum á réttu mómenti. Já, ég meina, sástu hvað það var auðveld hreyfing að fengu allir boltanum á réttum tíma, sæki sem mann. Tveggja mynda brottu sem fyrir ranga skiptingu eða ekki? Eða hvað? Ég sá það bara ekki. Nei, treystum dómunum bara fyrir því. Ég lét hún einhvern heyra það. Já, hún allavega rauk út á hana. Hún örugglega fengi bara ranga skiptingu þannig að hlupið óvart inn á. Já, hlýtur ekki að vera. Það eru 6 á vellinum. Þá missaði boltanum þegar bolti var í leik. Já. Alltaf gerast það gott að hafa dómara hér í stúkunni sem getur gefið manni látbragðs viðbröð hér. Með þetta alltaf hreinu hérna. Já, en þetta er dýrt. Haukarnir eru 6 mörkum undir, missa boltan og eru einu færri næstu 2 mínútur. Já, þetta er ekki gæfuríkt allan eins og staðan núna, en Stjarnan þá með boltan, einu manni fleiri og staðan 11-5 getur komist í 7 marka fórustu. Það verður erfitt fyrir Haukastelpuna að vinna það upp. Já, algjörlega. Ester, já, sjáðu Maríu Karls, hún er bara að vaða út þetta. Þetta sem við viljum sjá frá öllum leikmönnum Haukana. 100%, þær þurfa að vinna með þetta núna. Það er ekki nóg að það sé bara 1. Nei, algjörlega. Og Ester boltin yfir Sólveigu. Já, ég er alveg vissi leið hún sendi hennar, það var of mikið erfið sending þannig í horni. Já. Óþarfa sending kannski. Já, þú verður alltaf að vera rosa viss á sendingunni. Já. En ok, það var bara fínt fyrir Haukana, þær fór núna smá svigrúm til að vera slakar einum færri, eins og rólegar, þá menn ég er að tala rólegar, ekki slakar lélegar. Hérna að bara róa, finna gott færi, bara nýti tíman og fái gott mark. Já.
Alls ekki að drífa sig. María Inés hérna og boltinn á miðuna. Já, fínasta vörðan er á djöflastíðum. Þannig Sigrún Jóhannsdóttir sem var komin á miðun, hún í hægri skiptununa og Vilborg Pétursdóttir á miðunni og María Inés hérna, Jónas Sigurður í vinstri horninu, Ragnheiður í hægra og María Inés og það er Heiða sem að grípar það með löpunum. Ég er bara alveg svona að skjóta við öllin hana. Já, það verður gaman. Og falleg sending þarna. Sending, illa klárað. Hún hafði miklu meiri tíma en hún hélt held ég. Já, ég sammála því. Þú veist, hún bara snýr sig við á hamraði. Já, bara skilda að klára svona sendingu. Æ, þetta var fáránlega falleg sending. Já, þetta var geggjusending. Þær eru með svona flott línuspil. Hérna, en þú segir, sérstaklega hérna, þú fær svona sendingu, þú verður bara að skora. Það ekki? Já, hún fær okkur 500 kall í sektasjóðan fyrir þetta. Já, lágmark 500. Það eru 11-5, Haukarnir með mann aftur inn á, Elín Jóna hleypur í markið. Boltinn út í horn. Og vel klárað. Þannig. Og Ragnheiður eða ekki, Ragnheiður Ragnarsdóttir, þetta var, hún er með geggjaða hönd. Það er rosalega henda á hann stelpunni. Já, svífur bara á hamrar. Sjá nýta þessa hotnumenn betur. Algjörlega. Með Jóni Sigurður vinstra meginn og Ragnheiður hægra meginn. Já, það er bara ekki, boltinn hefur ekki eitthvað með náð að komast alla leið. Nei. En kannski er þetta breyting að það er komin á siglingunum bara stimpli og boltinn til hotn, en Vonum það þarf það. ekki að vera flókið. Vonum það. 11-6, 5 mínútur eftir hér á fyrri hálfleik. Við erum í Mýrinni í Garðabænum. Og erum að senda inn út í gegnum YouTube rás HSI, allar upplýsingar inn á Facebook og Twitter og ég veit ekki hvað. Og Ester Viktoria með no pláss. Skilur boltanum eftir fyrir Sólveig sem reynir sendingunum línu á Elinu. Má ekki reyna ómikið. Bara sækja sjálfa markið. Já, samanlega hugsa sjálfa sig fyrst og fremst. En það eru tæplega 26 mínútur liðnar hér, 4 mínútur eftir þá. 5 marka munur. Vilborg. Og þetta er vítakast og skorrar ekki, já, þetta spurningum það að vera lendan inn í var teg. eitthvað, en María Inés að skora sitt 4. mark, komið 4 af 7 mörkum. Hauka sem segir okkur að þetta er ekki alveg nógu fjölögu sóknarleikur, en María verður bara að sækja. Hún verður bara að vera í allt öðrum klassa. Já, hún er rosalega góð. Sólveig hérna vel broti, smá kraftur í Haukunum minna í lok fyrir áleiks. Ég persónulega vil sjá þetta annars jafnuna, ég vil sjá leikinn í jafnunum. Kannski Space Jam lagi sem var að spila hérna núna fyrir örfáum sekundum að kveiki í fólki. Bæði leikmennum áhorfendum. Það er gullalagi. Já, algjörlega gullamynd, ef út í það er farið. Það segðu það. En boltinn á línu á Elinu. Það er kvílanuna hérna. Kvíla Þórildi aðeins. Og það er vítakast. Haukastelpunar klaufar. Já, María Inés veit upp á sér sökina hana. Vel gert hjá stjörnustelpunum, Sólveig fljót að hugsa hana. Já, og nú er Óskar ekki að skamma dómarinn, nú er bara að skamma Maríu Inés. Stefania mætt síðast skautum samskettir inn. Setur hann aftur í skeitin. Og það er örugt bara hinum megin. Já, nú er það svolítið langt sem Elín Jóna varði bolta. Já, hún er ennþá með 7 varin. Hún var með 7 varin eftir 15 mínútur. Sem var varmarkmann og Haukunum byrjaði að hita upp. Já, það er ekkert búið að gerast núna í 12-13 mínútur. Það er ekki kannski spila mikla vörn. Nei, vissulega ekki. Mikið skotum að línunni og 6 metra færum. Rosa erfitt fyrir markmann að bjarga því. En staðin 12-7, 2,5 mínútur eftir hér á fyrri hálfleik. 5 marka munur, Haukarnir aðeins braggast síðustu 2-3 sóknir. Já, bótaðum að fríkast hana. María ósátt. María er eitthvað pirruð þarna bara, hún er svona... Já, henni finnst vantarlega leiðilegt að vera milljón mörkum undir og vantir smá kannski kraft með henni í sóknina. Já, sammála. Auðvitað er þetta erfitt, þú veist, að fara að draga þetta allt á landi. Já, vissulega, ég meina, verða að reyna að nýta fleiri leikmenn úr liðinu. Já, vonum að það gerist núna. Við erum fulla að trúa á þessu, hún ætlar að slá boltan út í hotn. Elina með boltan á Hönnu og Hanna með sendingu. Að lína hana. Og það er að línu hana. Hlaujólætt hjá Sörnustelpunum. Aðalegur Hreinsdóttir hana var komin inn á og komin í dauðafæri. Kannski óþarf að sendingi á Hönnu, ég veit ekki. Hann geta kannski feikað og farið sjálf, ég veit ekki. Já, það er ekki góð sendingi á Hönnu. Nei, kannski óþarf líka bara að senda okkur í dauðri stöðu eitthvað með. Vissulega. Herru, 28,5 hérna, 1,5 eftir. Harri er tilbúið með timeout-spjald þegar að vinna boltan. 12-7 staðan ennþá. Ekki mjög mikið skorað en
Sjáum hvað verður hérna síðustu 90 sekúndunar. Vilborg og það er vörnin sem bara næstu grípur hann í hávörð, dæmt lína hana, eða fótur annarkvort. Erfitt skotunum með 2 í hávörð. Já, og þetta er staðurinn sem Stjarnan vill fá, þetta er bara veistlega, við einhverjum alltaf stökku upp og hamra á hávörðinu þeirra. Með þennan turna í miðinni, það eru minni stelpur á haukastelpunum. Já, þetta er erfitt, þetta var vel spilað, þetta var vel gert og óöppin hana dauða færi. Haukastelpunum verða að klára þessi færi. Já, þetta var bara virkilega vel spilað. Þetta var bara 2 saman að vinna, línumæður og hérna miðumæður, gera nákvæmlega sér að gera. Gaman að sjá. Og hún verður bara að nýta þetta færi. En virkilega vel gert og bara sjá meira af þessu. Þetta hefur vantað í haukaliði núna. Samanlega. Allan fyrirháleikinn. En vonandi er þetta eitthvað sem að lagast í seinni. Gerðu ráð fyrir Óskar, láta þær heyra það. Algjörlega. Harri tekur hérna leiklið, það eru 41 sekúnd eftir á fyrri hálfleik. Skipulegja hérna seinustu sóknina. Já, taka sér örgulega 10-15 sekúndir í að spila henni fyrir utan, svo koma þær í árás. Reyna náttúrulega að treina þetta eins mikið að geta, þetta fá ekki sókn í bakið. Vissulega. Og hann er núna tala ákveð með það, svo kemur Halldór, ég held að Halldór Ingólfs sé mikill sóknar þengjandi þjálfari. Vissulega. Var náttúrulega mikill sóknarmaður sjálfur, haukamaður. Frábær leikmaður. Já, geggjaður, algjörlega geggjaður. Hann kann þetta, hann má segja það. Hann fekk náttúrulega að vera, þegar hann var leiðtogi í þessu haukalið, hann náttúrulega Ásgeir Örn að detta inn ungur og örugglega ekki amalegt fyrir hann að fengja að læra á honum á sínum tíma. Nei, vissulega ekki. Og já, nú er þið búin að setja upp leiklið og Ef að skjóta þær en að senda hann á línu. Já, ég ætla að segja að sóknin endi á línuskoti eða Hanna Guðrún tekur skot. Já, skjótum það. Já, það er svona, já, lína er mjög líkleg og annars far boltinn hérna til Hönnu. Jæja, boltinn kominn í leik hérna. Og það er missa bolta, þetta var ekki alveg það sem við héldum ekki alveg kannski leiklið sem að Harri vildi. Það skilja ekki neinu. Það er 20 sekúndur eftir, nú bara tilvalið fyrir haukana að koma sér 12-8. Ég myndi glaðið þykja það upp á leikin að gera 15 sekúndur og þá hleypur Vilborg Pétursdóttir inn á 10 sekúndur að verða að drífa sig ára á svona. Marja Eines. Ekki á. Ekkert að frétta samt 3 sekúndur. Fallegt skot, vel varið á Heiðu. Og Ingólfs ver hér 7. skoti sitt. Vel varið á Heiðu. Þetta var skringilega útfæra sókn. Það er höfðan að 10-15 sekúndur, gerðist ekkert. Og svo bara allt í skot í lokin. Mér finnst það lýsandi fyrir áleikin hjá haugunum. Þetta er svolítið búið að vera svolítið tilvíðunarkennt. Það er ekki, eins og segjum, það er vita alveg hvað þeir eru að gera. Það er búin að spila kerfiðina hægri vinstri. Algjörlega. Ég með það bara virðist ekkert ganga. Nei. Hvort sem það sé vörnin hjá stjörnustelpunum sem eru að loka því að... Algjörlega. Herru, ég ætla að fara niður með matta. Þú kannski rennir yfir markaskorara og varinn skot og svo bara komum við sprækið saman eftir smástund. Klárum það. Við erum með hérna Ester Viktoría með 1 mark. Helena Rut með 2. Heiða Ingólfs, afsakið, við finnum ekki það strax. Sólveig Lára með 1 mark, Stefania Theodórsdóttir með 3 mörk, Hanna Guðrún Stefánsdóttir með 2 mörk, Þórhildur Gunnars með 2, Rakel Dögg Braga með 1 og Heiða Ingólfs er með 6 skot varinn. Haukastelpunar eru með Ragnheiður Ragnars með 1 mark, Guðrún Erla Bjarnadóttir 1 mark, María Karlsdóttir 1 mark og María Ínes með 4. Og Elin Jóna er með 7 skot varinn og virðist ekki að hafa varið skot síðan bara seinustu 15 mínúturnar. En haukastelpunar þurfa meira frá fleiri leikmönnum. Það er ekki nógu gott að María sem með 4 mörk og Hina bara með 3. Það þarf aðeins meira spil og meira skipulag. Óskar Ármanns hlýtur að fara í gegnum það í klefanum í hálfleik en stjörnunar stelpunar hljóta vera ánægðar, búið að ganga vel og það hlýtur bara Harri og Halldór Ingólfs hljóta bara að fara að vera frekar ánægðir með það og vonumst til að heyra aðeins meira frá því í viðtölum í hálfleik. Já, ég ætla að gefa þetta frá mér núna en það eru 2 mínútur í viðtölum og vonumst til að þið haldist inn á og það eru gaman að heyra hvað þjálfarinn segja í hálfleik og fyrir leikin vissulega og miðað við hvernig leikurinn hefur spilast.
Já, síðan hálfleikur að fara að hefjast. Andreas, við heyrðum hérna viðtöl sem voru tekið fyrirleik og í hálfleik. Hún Elín Jóna fór nú bara við það til dæmis að hún vill sjá meiri kraft í sóknarleiknum. Hún sagði að það væri ekki boðlegt, það væri bara ein að sækja. Hún sagði þetta bara og ég fór aðeins yfir það með henni að ég meina hún fekk fína vörn í byrjun, þannig allan smá hjálp. Hún var með 7 varin skot eftir korter. En þú veist, 15 mínútum eftir það og ennþá með 7 varin skot sem því það, vörnin ekki nokkuð. Hún var á því bara vörnin var ekki góð og það væri óboðlegt fyrir lið að það væri einn að spila almennilega sókn og þetta bara nákvæmlega sem við vorum að ræða þetta áðan. Hún talaði bara mannamál sem bara gott. Vissulega, og láta heyra í sér já, þannig að svo var hann á því hann Harry að það var ekki allt að ganga upp en svona, já, þetta væri svona í áttina og þau ætluðu bara að loka fyrir ákveðin stopp í sóknarleiknum. Nei, ég varna þess að þetta er sóknarleik Hauka. En þá leikurinn fann að stað hér. Staðan 12-7 fyrir Stjörnuna, seinni hálfleikurinn eftir. Og 18 sekúndur búnar hér, Haukarnir í sókn. Vonandi að þær minnki hérna munin og gera þetta ennþá meir leik en þetta var náðan. Og Vilborg. Og boltinn á Maríu Nes sem að missi boltan hana. Hugsalega þetta dæma, hún var líklega búin að missa boltan. Já, var einhver ósáttur í stúkunni hana og einhver hérna á bekknum, Óskar ekki alveg nóg sáttur. Líklega ekki byrjunum sem hann vildi. Nei, en þetta var hérna svo hálf klaufalegt hvernig hann vissi boltan. Eins og það hefði verið hægt að dæma fríkast á þetta en það var ekki dæmt og þá þýðir ekkert að tuða við því. En það er 1 mínúta tæplega liðin hér af síðari hálfleik, 29 mínútur eftir, nóg eftir og þeir eru að horfa hér á þessa útsendingu í bóði Torworks og það er HSI sem YouTuber ás HSI sem að sína þetta. Vel varið þarna á Elínu. Elín Jóna kom með 8 varin. Já, 14-8 er staðan. Þetta var Aðalheiður Hreinsdóttir með sitt fyrsta mark. Já, vel gert hjá henni. Algjörlega. Og 14-8 er staðan hér. 3 mínútur liðnar á síðari hálfleik. Nóg eftir af leiknum. Já, þetta var Maríu Nes óheppin. Vilborg Pétursdóttir reyndi að senda ykkur Hönnu. Hanna náði að slæma hendi boltan. Hanna með þetta allt á hreinu þarna. Já. Ég vil sjá Haukastelpunum að vera hans lengra frá. Það eru nála stelpunum og í hrömmunum á Stjörnustelpunum. Það er erfitt að spila handbolta þannig. Já, kom á ferðinni Vilborg hérna. Þetta er erfitt núna sóknarleikunni á Haukum. Rosalega erfitt. Við erum bara halda áfram frá því í fyrra hálfleik. Ég held þetta að vera rugl. Ok, boltinn er inn á. Hvað er í gangi þetta? Jónas vel varið þenni á Heiðu. Heiða ver hérna sjötta sko. Hvað var að gerast?
Þetta var ótrúlegt. Þetta var eiginlega bara fárlegt. Heiða með 7. varið sitt. Ég sé nú ekki hvernig hún skoraði á þessu. Elín Jóna verðist bara standa upp í stöngina. Það var vel gert hjá Hönnu. Hanna Guðrún að skora sitt þriðja mark. Hvað í gangin? Ég var ennþá bara að hugsa þetta atvik þegar boltinn fór ekki út af hennan. Skaut, vippaði, sneri og boltinn ennþá inn á. Jæja, 15-8, Stjarnan komið í 7 marka fórustu hér. Það var 12-7 í hálfleik. Og það bilið að breyka hér. Sjáum hvað verður með framhaldið. Marja Eines, Sigrún. Og kemur langt út inn á Sólveig á Marju, djöflast í henni. Vá, þetta er fín vörn hjá Stjörnunni. Fín vörn hjá Stjörnunni sem er að gera það að verkum að sóknarleikur Hauka er erfiður. Svo ekki sem sagt. Ógnvænleg vörn hjá stelpunum. Já, það er erfitt við þetta eiga, sérstaklega ef það er kannski ef það er ekki nógu mörg svör sóknarlega hjá Haukum, að þá er það rosalega erfitt þegar að fá svona góða og nokkuð aggressíva vörn á sig. Vissulega. En sjáum að grípa til hérna að klippa út helinu í vinstri skipti. Já. Haukar vinstar með að vinna boltan. Skref þarna syns mér á Sólveig. Jón. Jónas Sigurður með sitt fyrsta mark. Guldspjald á Sólveig fyrir að toga síðan hana. Sólveig bara hlæra þessu. En spjaldið kom á loft. Þannig að það er að múnast með allt á kristaltæru. 15-9, 6 marka munur. Tæplega 6 mínútur liðnar á síðarháleik. Nóg eftir á leiknum. Það var nú talsett fleiri í húsinu heldur en þegar leikurinn hófst. Það sé ekki ykkur 150 manns hérna. Sólveig brotið á henni og fyllt aðeins eftir hann með brotið. Elín Annar gerir sig klára en að koma inn á í Haukalið. En Stjörnustúlkur í sókn. Rakel skorar. Það vil svo Elín Jónu verja þennan bolta bara. Já. Sjáum líka hún er að skipta. Já, en Rakel er að taka nákvæmlega bara sama slút hérna. Hún gerði henni bara upp á leik sem hún hamraði henni í fyrstu sókn. Og já, þegar hún kemur að siglingun og negli þá heldur sér nú kannski fáir markmenn á Íslandi sem er breykið það. Já, stoppar það ekki. En Tinna Húnbjörg er komin inn á. Elín Jóna fær pásu, kom með 8 varin skot. Átti geggjar fyrstu 15 mínútur leiksins. Svo verið aðeins rólegri eftir það. Marja Eines og brota á henni. 2 minna brottvísun. Þetta sem við viljum sjá, Marja er aggressív, hún er að vinna þennan menn í sig og þetta er það sem gerist. Rakel með 2 minna brottvísun. Haukastelpurnar þurfa að nýta sig þetta. Er verið að gera það. Þetta er bara þeirra tækifæri til að eiga einhvers konar breyki eðlilega leik hérna. Það er að nýta þess að séðan einu fleiri. Já, vel slútað hana. Já, vel kláraði Jónu Sigriði. Jóna komið 2 mörk. Er hann að nýta hornamennin aðeins betur. Það verðast vera góðar að slúta hana. Já, sérstaklega þeir eru manni fleiri. 16-10. Og en hún er tekin alveg út núna Helena. Það er svona alveg við miðlinu. Sigrún er að ná henni, bakkar aðeins frá henni. Ester Viktoría kemur inn. Já, Ester er góð á þessu plássi hérna. Það er geggjað að hafa hana í þessari stöðu. Og vel gert hjá Maríu Karls, hún sendir hérna fram á Sigrúnu. Og Sigrún Jóhannsdóttir með sitt fyrsta mark. Brottisson og Hönnuson hljópa á hana, rákust saman. Það er eitthvað við gæst, ég mista því. Þeir voru brjálæðirinn á bekknum, Haukabekknum, en ég held að það eru bara rekið saman, en hugsaðlega að hafa rétt að dæma 2. Já, María Karls veist það eitthvað að hafa meitt sig. Já, við vonum að það verið í læma. Hún laði strax þarna niður, það haldið mjóbaki á henni þarna. En Stjörnustúlkur eru þá 2 færri núna í 1 mínútu viðbót. Það er gott fyrir Haukastelpurnar að vinna þennan kafla allan að 2-0 og minnka munin þá í 3 mörk. Algjörlega. Þá er þetta alveg leik aftur. Algjörlega. Það verið að spila hérna okkar mann, Justin Bieber, sem að trillti þig í gærkvöldi og mig í fyrrakvöld. Já, það var þvílíkt sjó hérna. Þvílíkt eintak. Þvílíkt töffari maður. Það er bara svoleiðis. Toppmaður, fínn gaur. Já. Mest að fínn á ekki. Já, mest að mest að skemmtlegur. Já, ég meina. Ég myndi alveg fara á hjólabretti með honum ef ég geti það. Já, klálega. Já. Ég meina, virka topp ná ekki. Algjörlega, það er bara svoleiðis. Þá hann ekki mætti ykkur humarveislu nótt. Það var bara, þú geti ekki verið með sama. Ég meina ekki alveg sama. Já, það er bara svoleiðis. Herru, leikurinn er hafinn. María Karls er staðinu á fætur.
og voru áttu á því að ef að Hanna hefði ekki fengið hérna brottvísun eða svona spjaldið að brottvísun þá hefði hún þurft að fara út af í 3 sóknir Marja Karlsdóttir samkvæmt nýju reglunum. Alltaf út í hött. Já, ég meina þú veist, þetta er ákveðið bíó. En þú veist, já. Það verður gaman að sjá hvernig þetta verður. Já, ég vil að sjá ekki brottvísun og hún þurft að fara út af það, allt verður brjálar. Já. Allt verður vitlust núna, Haukastúlkur keyra hérna 6-4. Hafna vel gert Maríu. Marja í Ég er nes. þetta bara sjálf. Komið 5 mörk og núna er að koma vonandi smá nest í þær. Já. Þetta er mómentið, það er hérna þurfa að fá núna, eða eins og sagði hann, eða skora núna 1 viðbót á næstu mínútu, gegn engu, þá erum við með leik. Já, vissulega. Það er bara svo leik. Það verður gaman að sjá. Já, 21 mínúti eftir. Komið smá stemming í húsið. Já, það er aðeins að lifna yfir. Aðeins, þetta er Haukafólk sem er látið segja það. Sólveig, þröngt færi. Já. Tinnu. Við segjum já, því við viljum náttúrulega hafa leikið sem jafnastan hérna. Þetta er færin sem Haukastelpan vilja fá. Tinna Húnbjörg með sitt fyrsta varða skot. Bara geggjaða fyrir hann að vera í þessari stemningu núna, 40 sekúndur í mannin. Og Haukastúlkur verða að nýta sig þetta. 6-5. Vel stutt að farði í skoti. Já. Ég hrýfin þessu, nei. Já. Fær frákasti. Og skorar. Skorar Ragnheiður Sveinsdóttir. Komið í 3 mörk. Já. Haukastelpunar ennþá einum fleiri í 20 sekundur. Já, þetta gæti orðið eitthvað. Ég vona innilega að þetta verði eitthvað í aft hérna. Kemur hún aftur inn á. Marja komin inn á, já, 16-13. 20 mínútur rúmar eftir. Það er takk út mann hérna, takk út markmanninn. Það er ekki alveg með að þetta í gangi. Hún spólaði af stað hana. Þetta var mjög athyglisvert. Það var skemmtilegt. Já, það var eins og að bónað gólfið og hún kæmist ekki áfram. Misstu bolta. Þetta er rétt, þetta er hárrétt, þetta er fríkast. Get ekki kvartað við þessu, hún fór undar í boltan en þetta er fríkast. Matsatriði. Já, meðast fríkast. Það er varið þannig á Tinnu Húnbjörg. Tinna Húnbjörg vera aftur. Frábær innkomu. Já. En enginn hana náði frákastinu aftur. Sólveig Lára. Og Lína! Þetta er að vera leikur hérna. Hvað ætli sé í gangi hér? Það er 16, ef það komið sér í 2 mörk núna, þá verður þetta fyrst veistla. Þetta er það sem við viljum sjá. Já, ég menna Tinna er bara komið geggjað innkominu leik. Það er bara svoleiðis. Hún á með stelpu eftir Elínu og ég menna, getur ekki verið auðvitað. Kærur Hreyfinga, hún er að tala við bekkinn og metta einhverja vippur og ég er að fíla þetta. Viskubrunur á bekknum í Bjarni Frosta. Já, Bjarni Frosta flugmaðurinn. Það er alltaf hreinu. Hvað er að gerast hérna? Mark á Maríu. Hvað er að gerast? Marja í nes með sitt 7. mark. Hvað er í gangi? Akkur er að byrja núna? Hvað er að gera? 16-14. 40 mínútur. Nei, ég meina, wow. Já, við þykjum þetta. Ég kvart ekki. 16-14. Þetta var rosalegt. Þau verða hann ekki hana. Nei, segðu. Bara svoleiðis. Þú er ekki verða hann. Nei, ég er nokkuð við sem það. Új! Og innkast fyrir Það geta minkað í 1 hérna. Hvað ætli sé í gangi? Það er spurning. Ég er að fíla þetta. Ég er mjög Það er nýttu, þessar 2 fleiri í mínútu og 1 fleiri aðra 2, þetta aðra mínútu viðbót. Nýttu það fáránlega vel. Segðu, þetta er rosa. Unnið það 2-0 eins og þú óskaðir eftir þarna. Skólabókardæmi, hvernig á að vera 1 fleiri. Já, og 2 fleiri, gerðu vel að það er alveg auðvelt að klúra. Við mátt sé að klúra þenni stöðu. Já. En þetta var bara vel gert, sjá hvað gerist núna. Marja í nes kemur inn á miðju. Og ætti hann að vinna með sjálf. Já, hann gefur skrifa meldingu. Þetta er nú oft kannski þægileg leið að benda í þessa átt. Jú. En líklega rétt, eða hvað? Ég þór ekki bara það. Mér varst að vera alveg í lagi. Hún stakk niður, en gæti verið seinasta skrifið. Já. Það geta ekki klúrað þessu bolti þegar ekki geta minkað í. Erfitt. Þetta var klaufalegt. Þetta var léleg sending út í horn. Ekki það sem við viljum sjá. Nei, þetta var klaufalegt. Það vinnur bara boltan aftur í vörðinu. Það er búin að vera sterkar í vörðinu og pinna góð í markinu. Klárt, 16-14, 12 mínútur liðnar síðarháleik. Það eru 80 mínútur eftir sig. Ég ætla að segja 28, leikurinn er ekki 70 mínútur. Ég myndi ekki taka kvart yfir því svona. Nei, í rauninni ekki það og þetta Haukarnir kannski aðeins meiri séns á að gera það ennþá meira leika. Það er 2 marka munur og vonandi að það sé ekki fara að síga og mikið á Haukarna að jafna að minka munin. Það voru 7 mörkum undir rétt á hann. Frábær vörnin á Haukastelpunum, mikil vinsla. Þarna er stemningin. Nú er stemning í Haukaliðinu.
Það er á þurr, kemur Ester. Sko, og skýtur bara, þetta bara dæmið það. Nú Stjörnulið að spila sóknarleiki sem Hauka var að spila í uppáðuleiks. Jú, það er rétt, það er rétt. Og þá bara alvöru vörn á sig, skjóti yfir að þeir eru í paniki. María. Sjáðu þetta! Var líka að reyna línusendingu hana, veist. Hún sett hann í gólfið, fór út fyrir mann og tók hann. Ég veist þú bara töfra maður. Það er 16-15. Hvað er í gang? Þú veist, það var hérna, var ekki 16-9 rétt á hann? Það passar. Leikli, ég held að sé bara, já þetta er alveg rétt tíma en það hefði getið tekið það fyrr. Vissulega. En þetta er það sem við viljum sjá, þetta er það sem bara við viljum sjá, bara alvöru leik. Það bara hlakkar í mér yfir þessu. Marksmunu, ég bara, já. En það verður það að virka hjá þeim að fara hann út og taka út helinu og Tinna kemur sterkinn í marki. Ég menna algjörlega, þetta er hérna, þá það var doði yfir Haukaliðinu allan fyrir hálfleikinn og fyrstu 5 í seinni og svo bara allt í einu komið 5 minna kapli sem var bara geggjaður. Þetta er liðið sem við sáum fyrra, þetta er það sem við viljum sjá í ár líka. Algjörlega. Ég meina, María virðist vera að koma inn bara í toppformið. Já, þetta er bara asnalegt sko, hún er fráleit hvað hún er góð. Spurning hvort þú var góð liður á Íslandi? Já, örugglega. Það kemur ljósið vetur. Hún hefur allan að Marti Brunsabera, það er klárt. Já, segðu. Hún hefur Marti Brunsabera, það er klárt, jók, hérna. Ég fóð bara í svona Bieber fever, hérna. Það er enn aftur að spila Bieber þegar þetta bara að setja Purpose diskinn í gang. Nei, menn af hverju ekki? Ég er að fíla. Frábær plata. Besta plata sem hann hefur gert og ég ætla að fara að segja besta plata í heimi, þetta er ekki að missa mig hérna. Já, það fyrir við ekki svona. Nei. Herru, hérna 16-15, 17 mínútur eftir. Það var 7 marka munur rétt á, 4 marka munur í hálfleik og Stjarnan getur komist í 2 marka forystu. Aftur, það er að segja? Aftur. Já, keira hann í bakki á Ester fellur, þetta er bara fríkast. Þóruldur tekur fríkastið, Sólveig og Hanna. En þá er spila langt út af Helen og vel varið! Tinna Húnbjörg með 3. varðarskot sitt og að skjóta einu snýfir á hann og opáta með línu. Þannig að hún er búin að vera í 5 sóknir síðustu 5-6 mínútur bara búin að loka. Genn búin að fá þessi mark eða? Er það bara svoleiðis? Er það staðan? Þú er ekki að fara með það? Já, það getur bara vel verið hér. Segjum það bara. Já, segjum það, formsins vegna. 16-15. Hauka geta jafnað. Ég meina við varum búin að afskrifa hana leik fyrir 10 minútur korter síðan. Vissulega. Haukana. Hvað er það? Ok, ég ætla að var að sigla inn hana. Elín Anna brota á henni. Haukastarfnum vilja víti. Já, ég held að þetta sé rétt svona fríkast bara. Ég er bara að sjá bolta siglin, hann skoppaði 4 sinni með eitthvað á leiðinni. Sem Hafdís Lilja er komin í marki, kom bara fram fyrir tímabilið. Já, efnileg stelpa. Það er rétt. Hárrétt, Hafdís Lilja Tóródóttir er mjög efnileg. Og Elín hann með sterkar hreyfingu og setur boltan í hot, búið að dæma. Já, 14:40 á klukkunni, 15:20 eftir á leiknum, 15 mínútur og 20 sekúndur. Nú fyrir höndinu upp, þá hafa það 6 sóknarsendingar. Þetta er beint á Hafdís við fyrsta skoti. María kannski með sjálfstöðstið aðeins og hátt. Já, við verðum reyndar að fá þessi skot en hún bara að taka það beint og bara beint á hana. Vissulega. Ef þetta farið bara í nærhóðna þá not séns. En ok, allt í lagi 1 og 1 skot farið svona. Við fyrirgefum það. Já. Óskar Ármarsson að biðja höndin upp eða hvað? Frábær vörð hann að. Það er brjáluð vinsla hana á línunni María Karls og Þórildur í mikilli baráttu. Já, mér finnst þess að núna síðustu nokkra mínútur þá er þetta að spila sem þú séð svona einhver úrslita leikur. Já. Það er allir brjálaðir og hérna, svona átt að vera. Það búið spennustíðir hátt. Já, fyrstileikum menn leikmenn vilja náttúrulega vinna fyrsta leik, það er bara svo leiðis. Sjálfsög, Sólveig fljótu, vill ekki þurfa að fara út af. Nei, já, einmitt, það er bara aðlýning og það er bara út af. Og hvað gerir Hanna Guðrún? Fallega skotið Hanna, beinti yfir Tinnu. Hún klíndan bara Hanna. Hún skaut á eina staðin sem að Tinna náði ekki að loka á. Það er. Herru, 17-15, 14 mínútur eftir. Já. Nú komið stemning og tromma í stúkuna og það komið tíminn til. Allt að gerast. Ánægð með gæsluna, mjög margir í gæslu hérna. Sjáanlegir. Hrikalega öflugt hérna. Elín Anna og Sólveig komin í hraðupphlaup. Alla leið. Og skorar. Sólveig skorar. Já, 3 marka munur. Vonandi að Haukarnir látið ekki brjóta sig niður.
Það búið að vera erfitt að elta og þetta getur brotið þær. Komast aftur í 3 mörk yfir og vonum ekki. Algjörlega 16,5 búinn af síðari hálfleik, 13,5 eftir, 18-15 er staðan. Elín Anna og María Inés og Sigrún. María og Elín aftur. Og þetta er Rauðvíkur, þetta var vel lesið á Sólveig, hún er svo reynd og klók. Þetta var virkilega vel gert. Hún kann þetta. Já, hún kann þetta, það er bara svoleiðis, hún kann þetta nefnilega. Hún er eina af þeim sem kann þetta. Kemur Sólveig út af. Það er eitthvað miskilningur. Brynhildur kemur inn á. Kemur frá IR. Hún kom líka seint inn á þessu, en þetta mun seinna í hennar meistarana-leikin. Já, hún kom aðeins inn á hún í fyrri hálfleik. Seinst sókn í fyrri hálfleik. Já. Ég er mikið að fylgjast með greinlega, ég tók eftir. Og hvað gera þær hérna? Rakel Dögg og Rakel Hristaðs er varnarmann. Já, ekkert á þetta, áfram með leikinn. Já, þetta fannst mér samt skrítið. Já, hún var nú bara að sækjast þetta í fríkastunni, það má ekki verðluna það. Hvað gerist þarna? Eitthvað búinn að flauta? Eftirlitsdómarinn eitthvað að tjá sig. Alltaf er að vittlust hérna, þeir fóru í hraðhlaup og skoruðu. Og eitthvað að vera stöður á gólfinu, sýnist mér. Brynhildur, hvort þú sé að skipta vittlu eða hvað, nei. Jó, það verður að tala um eitthvað skiptilínu eða hvað. Já. 2 mynda brottu sinna á, já, Brynhildur hefur skipt vittlust. Já, kannski ekki alveg rétt í tíminu eftirlitsdómarinn að stoppa leikinn. Nei, ég meina, hefur ekki getað klárað spilið og fengið markið og svo gefið 2. Já, hann er bara aðeins vel að komast í sviðsljósið, kallinn. Þetta var mikið. Ég meina, þú veist, hún var bara í dauðafæri. Já, ég meina, hún var í loftinu og skoraði. Það var dæmt vítakast að ég tekja á henni færi, já. Já, það er rétt á. Já, ok, reglundar er þá einfaldar auðvitað svona. En leiðilegt hún skora ekki þegar skoruður rétt á hann. Já, vissulega. Vilborg á punktinn. Og það er þetta! Já. Hafdís Lilja með sitt annað varðarskot. Nú munu Haukarnir ekki vera sáttir með þetta var sem er óréttlátt. Já, ég meina þetta flauti koma allan ansið seint. Þeir eru kannski bara pælt í skipningun, ekkert að horfa á hvert bolti var að fara, ég veit ekki. En ok, fengu víti sem er dauðafæri. Það þýr ekki að hugsa um það. Nei, þetta eru bara reglunar og við erum reglufylgjandi menn hér. Vinna boltan. Hvað gerist? Þetta er Sigrún Jóhannsdóttir. Og það var aftur, ég heldur að það komið við hann. Það gefur minni það bara. Mér sýttist að koma við hann. Það er ekki innkoma hjá markmannunum minna. Hafdís Lilja og Tinna Húnbjörg eru að eiga magnað innkomið þetta. Já, hérna hér. 18-15 og Stjarnan getur komast í 4 marka fórst. Þetta var 1 marks leikur fyrir örfá momentum. Þetta er dýrt fyrir Haukastjarnuna. Já, þetta er, en það er náttúrulega erfitt. Það eru búin að elta. Þetta tekur á. Sigrún grjóthörð. Örugglega hausnum minni. Já, ég meina allavega hauslari og mikið reynsla í Rakel. Jæja, Sólveig, það reyna að slá á hana. Það er fríkast, Rakel er svona tildulega sein inn í hreyfinguna. Já, það var svolítið lengi gert en þú veist, bara klókt. Hún ætlaði reyndar að fá víti síndist mér en við veist ekki leggja mikið í það. Nei, fríkast var réttu dómur. Og skoti yfir hérna. Hérna orðin hálf eitthvað. Hún var óþreifull á boltan. Vildi fá að taka sín skot. Já, ákvað bara að skjóta. Já. Þetta er geggjaða leikmann, Rakel Ragnarsdóttir. Ég er virkilega hrifinn af þessum leikmanni. Já, bara hún er að skjóta fáránlega skemmtilega. Nýta þennan leikmann betur. Já. Átti hann eitthvað 1 klikkarni í fyrra leikminni mig, en heilt yfir bara búin að vera mjög öflug, búin að skora 3 mörk. Þórhildur kemur inn á í sóknarleik Stjörnunar. 10 mínútur eftir, 18-16, þetta er hörkuleikur. Sólveig og Rakel hérna hægra megin fyrir utan, Rakel á miðinni. Við reyna að finna Þórhildi vandalega, gengur ekki! Tinna fljót með boltinu upp, María sækir. María verður að dribbla, hún var næstu komið skrefa sig hana, já. Haukarnir með boltan, Sigrún róar þetta niður, María Karlsdóttir hleypur út og Elín Anna kemur inn á. Nú treystar reynsluna, Elín Anna búin að spila heilmikinn handboltækjana tíðina, HK stelpað upplægi. Kom frá FH fyrir þetta tímabil held ég. Já. Þú er ekki farin með. Þú komið í 2 bæði hafnarferðliðin.
Rétt. Það er hárrétt. Marja. Vel varið hjá Hafdísi. Þetta er í þægilegri hæð fyrir Hafdísi. Hafdísi bara mætt inn að leik. Já, bara verðist bara að vera í toppstandi og bara kemur sterk inn í tímabili. Hafdís og Tinna báðar alveg bara nýta sín færi vel. Já, það er gaman að sjá þetta. Algjörlega frábært fyrir liðin að vita að það eru 2 góða kosti í markið. Elín Anna og Sigrún með erfiða sendingu sem að gegn. Jónas Sigríður klárar þetta. Þetta var geggjur sending. Sigrún, ég heldur að ekkert vita hvað hann ætlaði að gera hún stökku. Komur í bullandi vandræðan. Tók svona loka gersátt og gerði bara eitthvað í loftinu. Bjargaði sér vel. Þetta var geggjur sending og vel klárað. Þvílíkt. Hvað finnir svo þetta? Þetta vil maður sjá. Já, Jónas Sigríður kom með 3 mörk, hún er svo klók. Virkilega flottur leikmaður. Já, hún er það. Fer ekkert fyrir henni, en alltaf er hún öflug. Skilur alltaf sínu. Já. Tinnu. Tinna verið hér og dauðafæri. Ég ætla að segja að talendur leikmaður sem skilur sínu að Hanna Guðrún. Þá klikkar hún. Aðtætt fríkast að nú geta þær jafnað. Þetta er það sem við viljum sjá. Þetta er í fyrsta skipti í leiknum, þetta er bara frá stöðunni 1-1 eða eitthvað. Já, ég er ekki frá því að það sé rétt. Já, ég held að... Rúmar 8 mínútur eftir. Eins og munur. Já, það geta jafnað í fyrsta skipti allan að 50 mínútur eða eitthvað. Þetta viljum við sjá. Staðan var þarna 6-2 snemmaleiks. Þetta er rosalegt. 8 mínútur. Fyrsti leikur á Íslandsmóti kvenna í Ólísdeildinni hérna 2016-17 tímabilið. Og Sigrún skorar! Leikinn. Sigrún er að jafna. Kom með 2 mörk og átti geggjaða stóðsendingu í síðustu sókn. Hún er að stíga upp núna. Hvað er eiginlega í gangi hérna? Haukastelpunar að byggja skref. Okkur vissum að það sé ekki rétt. Nei, Haukastelpunar ætla sér að komast yfir hérna. Það þurfa að vinna boltandlega. Þann séns á að komast yfir strax í næstu sókn. Stefánía og þetta er lína. 7,5 mínútur eftir. Haukastelpunar tækifæri að komast yfir í leiknum. Í fyrsta skipti. Það er bara svoleiðis. Það er ekkert verið að gera það. Það eru 52 mínútur búin á leiknum. Nei, þetta þarf ekki að vera flókið sport. Haukastelpunar voru 7 mörkum undir henni upp á seinna hálfleiks. Og á einhverju 15-16 mínútum er það búin að jafna leikinn. Það er ekkert endilega því að Stjarnan hefur spilað eitthvað illa. Haukarnir hafa bara mætt. Það er bara að vakna. Í þessar síðustu 15 mínútur. Óskar hefur tökið góðan hárblósar í hálfleik. Já, hann hefur sagt eitthvað. Ég ætla að vona það. Það er Guðrún Erla! 8 marka sveifla. Guðrún Erla, Stjörnustelpan sjálf er að koma. Haukum yfir, það er áttu leikli. Þetta er rosalega. Mér líður bara eins og séum í bikarúrslitaleik hérna. Jesus Christ, þetta er bara... Það voru ekki mikla breytingar sem Haukastelpunar gerðu. Það fóru að taka út Helenu og Tinna henni í markið og það bara... Það er henni bara það. Og það spiluðu vörn, skilu. Það tók alltaf þátt í vörninni. Ég meina, það eruðu bara aggressíveri og bara aðeins meira power hann í vörninni hjá þeim. Þetta er svakalegt, mann. Ég meina, þetta er bara... Það er bara, ég titra henni. Já, ég veit ekki hvað ég að segja. Ég meina, þetta er bara geggjað, eins og segist. Það voru 7 mörkum undir hérna fyrir korteri síðan. Og staðan er 18-19, Haukarnir eru komnir yfir. Það taka bara stutt leiklið, það nennir ekkert. Nei, til hvers? 20 sekúndur eftir, já, bara haldið áfram að gera það að gera. Það er ekki sátturinn að hinum meginn? Eðlilega ekki, hann unni leik í höndunum fyrir korteri síðan. Það er bara haldið áfram eðlilega. Það er eitthvað andlis yfir Stjörnustelpunum núna. Já, það er eitthvað, nú er það öll pressan á þeim, það er að verjast. Það er að halda bara hann að mjattlinn forskoti. Vissulega. En þetta er búin að spila svolítið sérstaklega núna síðan 15 mínútuna. Hafdís búin að verja vel í markinu og... Já, og Hafdís búin að eiga nokkra dauðavöslur og samt er það að missa leikið frá sér. Nóg eftir 7 mínútur, en þá er spila framalegin á Helenu, ekki framalega á hann þetta. Og hún er komin á miðjuna, Sigrún er meðan Sigrún er grjótörf. Ég meina, ég er skíthættur. Já, ég er samanlega. Brynhildur, Þarna liggur hún eftir og væntalega samkvæmt reglunum ef hún fara aðlinningu og enginn með brotthúsin þá þannig að fara út af í 3 sóknir. Ef ég skil þetta rétt. En hún fekk hérna bein, hún er strax tókum hérna barkan. Já, það er eitthvað í gangi. Það er hérna anda þarna. Vonandi að vera í lagi með hana en þetta er samkvæmt reglum held ég alveg örugglega að hún þurfa að fara út af. Ég veit ekki hvort að dómararnir hér í stúkunni eru sammála með það.
Hvort að leikmann þurfa að fara út af ef hún fara aðlendingu þó hún sé í vörn, hún þarf að fara út af í 3 sóknir. Já, það bara reglan. Þetta ekki vitleysa. Þannig að hún núna fær á sig sóknabrot, eða það sóknamann sem keyrir á hana, hún meiðir sig, næri ekki andanum og hún þarf að fara út af í 3 sóknir. Ég hef gaman að þessu. Upp með bláa spjaldið, hún var blátt spjald á einhvern bara. Þá er þetta allt bara í gang. Já, blátt spjald og regla 8-10 og 8-6-2 og eitthvað, bara í gang með þetta. Ha. Og hún þarf að fara út af, þetta við klöppum hérna bara fyrir henni, klappa allir fyrir henni. María En þetta er ósangjarnt. Ósangjarnt, bara út í hött. Þetta út í hött, það er alveg málið. Nei, ég minna það að taka leikmennin úr varnarleiknum bara með þess að hún spilaði góða vörð. Ég minna, og þetta refsta leikmennin fyrir að spila góða vörð. En hún kemur bara fárlega spreka eftir 3 sóknir. Já. Það er bara staðan. Herru, Stjarnan getur jafnað, ég trúi ekki myndi segja þetta hérna eftir hvernig leikurinn byrjaði. En Stjarnan á séns að jafna. Brynhildur komin í sóknina, hún mitt. Þetta er fríkast. Já, það má fara rauk fyrir því. Já, en klöfulegt samt, hún stökk samt bara upp. Já. Hún var ekkert búin að ákveða hvað hún ætlaði að gera. Nei, ég meina þetta, hún var svolítið að sækast eftir fríkastinu og ég meina það má ekki veluna svoleiðis. Nei, ég er reynda alveg samanlega. 6 mínútur eftir. Hauka geta komast í 2 marka fórustu. Stemning í stúkunni. Þetta er ekki hægt. Þetta er það sem við viljum sjá. Já, sem óskum eftir fyrir leikinn. Já, og sjáum hvernig sóknarleiknum reiðir af hér. Og Elín Anna! Klaufi! Já, hún veit það sjálf þarna. Anna fljótu. Þetta er eitthvað sem við séð á því. Þetta hefur verið vítakast þarna. Hanna Guðrún skorar. Hanna með 5 mörk hérna. Ekki fyrsta sinn og ekki seinasta sinn sem Hanna Guðrún gerir þetta. Þeir báðu þarna eitthvað á bekk. Hún keyrir náttúrulega inn í hana María Karls. Það er ekki verið ósakant að setja 2 myndir á þetta. Það getur 2. 19-19. Þetta er ekki fréttatími 19-19, það er bara staðan er 19-19. Hann heitir þetta 19-10 í dag eða eitthvað, en það skiptir ekki máli. Þú veist ekkert, þú veist búin að búa í Englandi í nokkur ár. Já, English hann búin að spila það. 18 mánuði, ég veit ekkert hvað búin að spila það. En mastersritgerinn er í hús, það er bara svo leiðis. Já, segðu. Herru, Elín Anna, 19-19. 5 mínútur eftir, María Inés. Óskar með leiklið. Það er bara eitt sem við biðum hérna. Að leikurinn enda ekki í jafntefli. Ég vil fá sigur. Það vil enginn jafntefli. Því við náum ekki að það er ekki sem við fáum vító beint á því jafntefli. Já, jafntefli væri þetta ekki ósækjað niðurstaða. Nei, það er mjög sækjað niðurstaða með hvernig staðan er núna. Ég vil bara fá sigurmark. Ég vil helst fá sigurmark úr ósækjadnu vítakast í lokin. Það væri ekki vera. Eða eitthvað svo. Fáum eitthvað fút, blátt spjald, 8-10 og eitthvað. Ég veit ekki hvað reglurnar heita. Ég er bara hermyndi Stefán Arnarssons sem nefnir alltaf 8-10 og 8-6 held ég. Ég held að sé öllum sama. Já, með dómarnir vita það, þá erum við í góðum málum. Herru, það er hérna leiklið sem að Haukarnir taka 25 sekundur eftir þessu leiklið. Já, það hefur heldur betur ræst úr þessu leikið. Það er ekkert lítið, mann. Stjarnan og Dómineraðin er fyrir hálfleik og Haukarnir í seinni þannig. Það var ekkert í hálfleik þegar staðan 12-7 þegar bara setja okkur að byrja og komast í 7 mörk. Það var ekkert sem gaf til kynna að við fengjum leik þegar voru 10 mínútur eftir. Ekki neitt. Akkurat ekki neitt. Ekki neitt. Ég meina 5 mínútur eftir núna. Og það er bara alveg leikur. Ég meina, þú veist, heldur að einhver myndi trúa því sem kemur inn í hús núna, eða kemur útsendingunni og við myndum segja hann, já, Stjarnan var 7 mörkum yfir rétt á hana, menn ekki trúa því. Ég held að það myndi bara hlæja andlið á mér. Já, fólk heldur bara að þetta sé bara leikur í jafnum því að þetta er svona á leikunum að vera. Þetta er bara, virðast það bara jöfn lið, menn að Haukastelpurinn er virkilega sterkar. Þegar Haukarnir nenna þessu, já. Já, menn frábæra vörn og með Töframanninn hana í stókninni með 20. Já, María Inés, hún er rugl. Herru, 4:45 eftir, Stjarnan í Haukastelpur, Sigrún. Og heppnar hana og María Inés á hot. Hafdís, Lilja hana. Jæja, Elín Anna. Og hvað gerir Sigrún og boltun úti og það Ragnir og í góðar! Talandi um að vera rugg, Ragnir er algjört rugg. Opnið bara hotnin fyrir þessu stelpu og leitaði inn. Já, ég er bara í sjokki. Kannski er ég bara algjörlega fáfróður og veit ekki nákvæmlega hvernig þessi stelpa er fyrir hann leik og ég bara tek það á mig. Já, en hún er fáránlega góð. Lóna Axel sé að horfa á þetta. Já, það er bara, já, þetta er stelpa. Hún hlýtur að vera í öllum landsliðum sem ættir að vera í. Hvað er að gera? Sólveig að svara fyrir sig maður. Sólveig með sér 3 mark. Þeir eru að biðja 2 mínútur sínist mér, eitthvað ósátt. María Karls hoppar og öðrum fæðið út á.
Óskar að láta menn heyra í stöðnu 20-20, 3:40 eftir. Óskar ósáttur. Það voru bara einu farið hérna. Gleymd að fara inn á. Guðrún Erla sem átti geggja hreyfinguna komin á línu allt í hennu. Ykkur skortur á línuna með aukastelpunum. Marja skýtur í Guðrúnu sínist mér. Já, þetta verðist alltaf að vera svita mómenti. Hún þurfi ekki aðhlýningu. Út af því þrjásóknir. Já, hún var vantilega að ráða því hvort hún fá aðhlýningu eða hvað. En hún var alltaf spurð fyrst hvort hún treysti sig að halda áfram. Hún fer bara upp. Það voru ekki svona, Haukabekkurinn var ekki svona að horfa á hana. Nei. Taka ekki mála að senda aðhlýningu. Nú hægt við með þessar reglum að kannski leikmenn pínusum ofaði vilja ekki fá aðhlýninguna. Já, það er reyndar rétt. Sem að gæti vera hættulegt. Við verðum að treysta því bara. Já. Hlaup inn á hérna Sigurður Jónsdóttir á línu hjá Haukunum. Fínt að gera það, 3 mínútur eftir. Já, 2:45. Hún var langt inn í teigana. Í fyrraáleik var dæmt víti á nákvæmlega sama tilvik. Hann veitir bara svo víti eða ruðning. Það er bara annað hvort. Já, í samanlagi. Ég veit að víti. Höndun uppi. Marja og Hafdís ver mikilvæg bóttið hana. Hafdís að verja hér sitt 5. skot. 20-20, 2:20 eftir. Það er líka leikur. Þetta fáránlegt sko. Þetta gjörsamlega fáránlegt. Marja Karls komin aftur inn. Lætur ekki stoppa sig út úr annar löpunni. Nei. Og hún komin aftur inn á Ragnheiður Sveinsdóttir sem fór út af 3 sóknir. Það er búið að telja 3 sóknir ofan í hana og má koma inn á. 2 mínútur eftir. Og Brynhildur og Helena og skref! Haukastelpuna. Þær geta komist yfir aftur. Ekki Haukastelpuna að stela þessu sigri. 1:45 eftir. Ég nú bara sára fyrir harravinn minn en fyrir leikin og tímabili væri geggjað ef að Haukar myndi stela sigri hérna. Og það var eins fráleitt og það bara með hvernig leikun hefur þróast. Ég myndi ekki hvað, ég myndi bara lýsa þetta fyrir deildina. Það mikið af jöfnum liðum. Algjörlega. Marja Eines, Elín Anna, Marja aftur, Sigrún. Hvað ætlar að gera? Nú þurfum við að fara að sækja á markið. Og Hafdís gerur það! Sigrún! Þú erum að gera þetta. Sigrún að reyna að vera einhver mattsvinnin og að takast á það sem hún búin að gera. Henni fáránleg. Brynhildur tímabært skot. Hérna leikurinn búið, það mínúti eftir. Það mínúti eftir hérna og hún stekkur og Hvað í gangi hérna? Akkur skýtur hún? Ég þori ekki með þetta. Ég get ekki ímyndum að Harry sé ánægður með þetta á bekknum. Nei, menn þetta ekki ákvörðun. Þetta bara út í hött. Þetta gjörsamlega galið. Jæja, 40 sekúndur eftir. Haukar geta tryggt sér sigur hérna. Hanna Guðrún að taka Maríu úr umferð. Ég veit ekki hvað í gangi hérna. Jónas Sigur! Elín! Og það eru bara að fara að vinna hana leikinn ef ekkert gerist. Ég vil fá blátt spjald. Fáum blátt spjald. Höndin að detta upp. Það var 6 sendingar. Marja! Elín Anna! Ragnar! Og það er í stökkina! Það er lína! Þetta er línu! Það er lína! Leikurinn að klárast. Haukar að vinna hana leik. Stálu þessu sigri. Ég orðlaus. Við erum eitthvað sigur fyrir Haukastelpuna. 7 mörkum undir. Að vinna einhvern ótrúlegasta sigur sem ég heima bara eftir. Það er kannski fólk heima undrast á hvað eru dramatískir hérna. En þetta bara asnalegt. Þetta út í hött. Mætti aldrei vera að vinna bikarmeistaratitil. Óskar að leikur hringum völlin. Hvað í gangi hérna? Þetta var rosalegu leikur. Nei, ég meina það voru 7 mörkum undir fyrir 17 mínútur síðan. Ég meina, það er ekkert að gæti kynna að Stjarnan var að fara að tapa þessu leik. Ekki neitt. 7 mörkum yfir og allt í höndu sér. Og bara, ég veit ekki hvað gerðist. Hvað er í gangi hér? Dómarinn er eitthvað að ráða upp liðunum. Já, þakka fyrir leikinn. Herru, hérna, við rennum kannski hérna yfir markaskorra. Ég bara eftir blaðinu eins og þetta stendur. Ester Viktor með 1, Aðalheiður Reynsdóttir með 1. Helena Rut með 2, Heiða Ingólfsdóttir með 8 varinn. Sólveig Lára með 3, Stefánía 3, Hanna Guðrún 5. Hafdís Lilja með 5 varinn í markinu átti geggjað innkomu. Þórhildur Gunnarsdóttir með 3 og Rakel Dögg með 2. Elín Jóna með 8 varinn skot. Tinna Húnbjörg sem var einn af mattsvinnurunum hérna með 5 varinn. Ragnheiður Sveins með 1.
Sigrún Jóhannesdóttir í hægri skiptun átti geggjaðan leik. Skoraði 3 mörk, nokkrar stóðsendingar, geggjuð í vörn, tók út hérna helinu. Ragnheiður Ragnarsdóttir okkar uppáhaldsleikmaður líklega. Vissulega. Með 4 mörk, geggjuð framistæða. Guðrún Erla með 2 mörk, María Karls 1. Jónas Sigrid sem átti líka geggjaðan leik. Virkilega flott. 3 mörk og María Ínes með 7. Já, Stjörnustelpur geta ekki verið sáttar með þetta. Það vissulega ekki. Ef hendi mann leiksins eða? Já. Er það eitthvað spurning eða? Já. Það var maðurinn hana í sókninni. Sko, María Ínes gerði mest fyrir liðið. Mér finnst samt bæði Sigrún og Ragnheiður, leik með 3 og 5, Sigrún Jóhannesdóttir og Ragnheiður Ragnarsdóttir. Vissulega. Komu með eitthvað sem við kannski byggust ekki við. En vissulega maður leiksins, María Ínes, að hún alltaf dró vagnin hana. Og eins og Elín Jónas segir í hálfleik, hún sagði, það er ekki boðlegt að það sé einn maður í sókn hjá okkur. Hvað gerir svo í seinni hálfleik? Það er allir með. Það svöru bara kallinu. Ég er bara ángríns. Ég ætla bara að segja hér nú að ég er gáttaður á jákvæðan hátt. Og ég er fyrsta skipti í svona 3 vikur orðlaus. Þvílíkt gaman að horfa á svona leik, horfa á liðið koma og ég meina mögulega bleima þetta vanþekking okkar á leikmönnum eins og Ragnheiði og Sigrúnu en það er gaman að sjá svona leikmenn koma og stígu upp. Ég bara, fyrir hönd okkar beggja Sigrún og Ragnheiði byggðust afsökunar. Þvílíkir leikmenn. En þú veist, ég er í sjokki. Þvílíkir leikmenn. Eins og sagði ráðan, þetta bara sýnir það hversu klikkuð og skemmtileg þessi deild verður með 8 sterkum liðum. Haukarnir sem er spáð af öllum neðri hlutanum en ætla sér að berjast náttúrulega að fara í úrslitakeppni. Sjálfsög. Þær eru að vinna hérna liðið á útivelli, sem Stjarnan á heimavelli, liðið sem var spáð efstasæti af flestum öllum nema 5-1. Þetta eru ótrúlega úrslit og sérstaklega úrslitin per se ekkert ótrúlega en í ljósið hvernig leikurinn þróaðist, þá er þetta fáránlegt. Algjörlega út í höfn. En geggjuð framistæða, geggjuð. Algjörlega út í höfn, bara horfa, gaman að sjá þetta líka bara, ég meina, þú vonandi dregur þetta bara áhorfendur að. Ef þetta hvetur fólk ekki til að fara á völlinn, framvegis þá veit ég ekki hvað. Það er annar leikurinn eftir í beinni útsendingu klukkan 4. Stjarnan á móti Akureyri ekki satt í kalla og þar verður þú Andreas. Ég ætla að fara upp í HK heimili, ég er á mæknu þar í fyrstum kvenna. HK Þór, þú ert með Stjarnan hvaða leikur er? Eftir, Akureyri, Stjarnan Akureyri, já, sjálfsög Stjarnan Akureyri, ég datt út hérna. Það er gaman að sjá. Þannig að það verður aftur í beinni. Ég þakka bara fyrir mig í bili. Takk sem þú veist. Og Ingvar og Andreas bara, fyrir hennan næst ef við lýsum saman þá viljum við fá nákvæmlega þetta. Ótrúlegasta leik sem við höfum séð bara lengi. Og við verðum bara óska Haukum til hamingju eða ekki?